Góðu fundargestir, þá komið að lokum þessa fundar og til máls tekur nýkjörinn formaður Sjálfstæðisflokksins Bjarni Benediktsson. Fundarstjóri, kæru vinir, þetta hefur verið viðburðarík helgi hjá okkur. Mér langar til að nefna nokkur svona framkvæmdaleg atriði hérna sem að mér finnst hafa skipt miklu og hafa tekist vel að þessu sinni. Fyrsta lagi, Þórður, frábærlega vel að verki staðið og allt starfsfólki í Valhöll, öll þessi framkvæmd á fundunum hefur heppnast frábærlega vel. Við höfum að gefa þeim gott klapp. Við þökkum líka öllum samstarfsaðilum okkar sem hafa verið fjölmargir, starfsmenn hér í höllinni og þeir hjá Exton og fjölmargir aðrir. Þetta hefur gengið frábærlega. Það er fullt af fólki hérna á bakvið sem er að vinna, hérna upp á svölunum og út allt hús sem er að hjálpa okkur að láta allt ganga upp. Múlakaffi og strákarnir hérna í Gullfoss og Geysi voru frábærir í gær þegar við þurftum að breyta salnum. Öllu þessu fólki færum við miklar þakkir. Sömuleiðis öllu fólki í nefndarstörfunum og samræmingarnefndinni. Það hefur verið heilmikið starf unnið hér á skrifstofum baka til við að samræma texta og undirbúa allt það sem við höfum fengið að gera, og því að við tekið eftir því þó að við séum aðeins á eftir dagskrá að þetta hefur gengið mjög snurðulaust fyrir sig. Þetta fólk hérna upp í panelnum, fundarstjórarnir staðið sig frábærlega. Þökkum öllu þessu fólki fyrir þeirra framlag. Nú við vitum að það er svo að sumir hafa þegar lagt á stað heim, en við sem erum hér eftir sendum þeim auðvitað öllum góðar kveðjur og óskum þeim góðrar heimkomu. Og héðan frá þessum fundi þá förum við sjálfstæðismenn sameinaðir, sterkir, með öflugar ályktanir á hinum ýmsu málefnasviðum sem við höfum hér afgreitt. Við fögnum kraftmiklu starfi ungra sjálfstæðismanna hér á þessu þingi. Þau hafa staðið ykkur frábærlega. Það var eftir því tekið, ekki bara hér á fundinum, heldur langt út fyrir Laugardalinn. Við óskum að sjálfsögðu nýkjörinni forystu, Ólöfu, Áslaugu Örnu, til hamingju með kjörið, frábær stuðningur sem þið fenguð. Og við þökkum hér að sjálfsögðu líka fráfarandi varaformanni og ritara fyrir frábært framlag fyrir okkur öll, fyrir þjóðina þar með í þeirra störfum sem forystufólk í Sjálfstæðisflokknum. En frá þessum fundi fengum við það sem við vildum. Við stimpluðum unga fólki hérna inn, við komum hér saman undir þessu slagorði hér, frelsi og jafnrétti. Frelsi og jafnrétti hefur verið rauði þráðurinn í umræðunni hér alveg frá því að við komum saman snemma dags á föstudaginn. Og sá árangur sem er að nást í stjórnarstarfinu sem við eigum aðild að núna, hann er góður grunnur ásamt með því sem hefur gerst hér helgina til þess að sækja fram. Ég minnist þess að hafa einu sinni verið á leið út á Kappvöll því ég var staddur á Spáni, var að fara að keppa fyrir eitt af úlingaliðum okkar Íslendinga, það er að segja fyrir úlingalandsliðið. Þangað kom Albert Guðmundsson okkar hér, gamli maður, sem þá var sendiherra fyrir Spán, mætti inn í búningsklefann. Ég ætla að gera hans orð að mínum. Hann sagði við okkur, hélt langa ræðu, blés okkur kjark í brjóst, lauk síðan ræðuna á þessum hérna orðum sem ég gerði að mínum síðustu: farið út og sigrið. Á þessum fundi, 142. fundi landsfundi Sjálfstæðisflokksins, 342. fundi slitið.